þetta sem að Kveikur fjallaði fyrst fyrir 2 vikum, það er að segja þegar þið eru sem einkaspæjarar að skeggja, eins og það kallað, að fylgjast með mönnum út í bæ sem voru í hópmálsótt gegn Björgóli Thor Björgólfssyni. Þetta kom fólki mjög spánst fyrir sjónir. Þið eru þarna að fylgjast með saklausu fólki í raun og veru. Þarna erum við að vinna fyrir menn og aðila og þarna í einkamáli. Þarna á þessum tíma er náttúrulega lagaumhverfið allt annað heldur en það er í dag. En á hvaða leyti? Þarna er til dæmis persónuverndarlöggjöfin allt önnur. Þetta er ekki sakamál, þetta er miklu minna heldur en það er í dag. En það er náttúrulega augljóst mál að sko þegar við erum þarna sumarið og haustið 2012 þá erum við náttúrulega í einhvern veginn áfalli. Og það búið að kæra ykkur? Það búið að kæra okkur, við sjáum ekki fram á eiginlega mikla framtíð og annað og við einhvern veginn erum bara að reyna að þarna búa okkur til einhverja stöðu og erum að vinna hluti sem við áttum að sjálfsög ekki gera. Segir sjálft og höfum aldrei gert og gerðum aldrei aftur. Þannig að ég er ekkert að afsaka það neitt, þetta er bara eitthvað sem við áttum ekki að gera. Finnst þér að svona ástand sem að verður þegar kippt undan ykkur starfsferlinum ykkar og svona það útskýrir þetta en það afsakar náttúrulega ekki sko. Það er ekkert sem afsakar þetta neitt. Ég er ekkert fórnarlamb sko. Ég hef aldrei gert eitthvað sem að einhver hefur bara ýtt mér út í en sko á þessum tíma er náttúrulega mjög sérstakt andrúmsloft 2012 þá eru alls konar einhverjir útlenskir einkaspæjarar Kroll kallar að vinna fyrir slitastjórn Glitnis maður gat ekki þverfóta fyrir þessum mönnum í bænum þetta voru allt einhverjir fyrirverandi MI5 og MI6 njósnarar og einhverju svoleiðis kallar þeir voru að yfirheyra bara starfsmenn Glitnis og slitastjórnar og slitastjórnir að ráða svona einkaspæjara. Já. Það var bara svo skrítið ástand sko. Það var náttúrulega svo mikið af peningum einhvern veginn í umferð. Slitastjórnina voru og þá komu bara svona gæjar að utan og voru bara að vinna í svona málum. Og þetta er vonandi bara ástand sem kemur aldrei aftur sko. En þeir eru nú eðlilega sumir hverjir að skoða rétt sinn gagnvart brotum á persónuvernd og svo framvegis og séð þá viðbrögðum í sjónvarpinu sem voru margir sem voru þarna undir eftirliti ykkar voru spurðir og þeim var brugðið og svona leiði ekki vel með þetta. Eðlilega. Hvað myndir þú segja við þetta fólk ef þú myndir hitta það út og gott í dag? Ég myndi bara biðja afsökunar. Já. Það er ekkert flókið. Það er bara þannig. Afsökunar á því að hafa svona farið inn á Já, bara við höfum farið inn á þessa braut í þennan tíma. Það er bara á því miður. Þá bara gerist það. Og ég get ekkert afsakað það með einu öðru en að þetta bara voru mistök.